Í miðbæ Egilsstaða að finna veitingastaðinn og kaffihúsið Salt Kaffi og Bistró. Eins og önnur veitingahús landsins hefur Salt þurft að glíma við áskoranir í rekstri á þessu ári, í kjölfar alheims faraldursins. En í stað þess að leggja árar í bát hefur tíminn verið nýttur á skapandi hátt til að bæta enn frekar í og bjóða upp á ýmsar nýjungar, eins og til dæmis Salt Express. Við tókum upp á þessu núna þegar fóru að vera svona strangari aðgangur fólks að staðnum og við gátum ekki að hleypa mörgum inn. En hins vegar kannski má segja að þessi vörulína sem Salt Express hún aðeins eldri. Við ætlum að fara að stað með þetta fyrir svona 1 ári síðan en svo tafðist þetta og var svona sett og lent undir stól, en núna í COVID þá fannst okkur upplagt og gráupplagt að fara á stað með þetta og þetta sem sagt snýst það að þetta matur sem fólk getur komið hingað og náð í hér, nú eða í verslanir, því að við stefnum á að fara með þetta í verslanir líka og tekið svo með sér að borða. Þetta svona japanskar vörur, eða sem sagt japansku matur, sushi og bento og svo erum við með poke líka sem reynda frá Hawaii en hefur verið svona mixað upp við svona japanska línu líka. Þetta svo lína sem við erum með þessa stundina í þessu Express en það svo verið von á fleiri tegundum. Það þó ekki bara von á fleiri vörutegundum, heldur einnig vörumerkjum, þar sem saltbrauðgerð væntanlegt í saltflóruna fljótlega. Ég stofnaði þetta veitingahús fyrir 7 árum síðan og þá var ég nú spurður held ég viðtalið mitt hjá ykkar stöð hvernig staður ætti þetta að vera og ég sagði þetta svona staður sem þarf að vera út á landi. Það að segja eins og gömlu kaupfélögin. Það þarf helst að vera allt til hérna. Þetta þarf eiginlega að þjónusta bara þörfina á svæðinu. Þess vegna hefur Salt til dæmis, ég var margoft í beðin að koma með Salt í Reykjavík eða Akureyrar. Salt ekki staður sem færi þangað. Salt staður sem á að vera svona minni stað því hann hefur mjög mikla breidd í mat og gríðarlega langur og stór matseðill hjá okkur. Og svo reynum við svona að þjónusta og finna það sem okkur finnst skorta í samfélaginu og bjóða upp á það og við tókum byrjuðum með sushi líka og höfum verið með það og bættum við þessu vörulínu sem við erum að gera núna og svo höfum við verið svona að færa út kvíarnar ýmsum nótum. Við erum að fara til matvælaframleiðslu, þar að segja við ætlum að fara að selja meira svona bara mat eins og reyktar gæsabringur eða eitthvað slíkt og svo núna nýtt hjá okkur, það það að ég vona það núna verði í janúar að þá ætlum við að opna saltbrauðgerð. Það að segja við ætlum að fara á eiginlega svona aftur til upprunans. Þegar Salt opnaði þá var þetta svona kaffi bakari og seldum brauð frá Sesam brauðhús. Það gekk nú ekkert voðalega vel því að fólk var ennþá kannski meira inn á svona supermarkaðsbrauði þá einhvern veginn eða manni fannst það eða á tilfinninguna. Þetta hefur gjörbreyst og maður finnur að hér á samfélaginu að fólk þyrstir í að fá svona gott handverksbrauð og það það sem við ætlum að gera. Við ætlum að svona einblína fyrst og fremst á súrdeg og súrdegsbrauð og það sem unnið úr súrdegi. Svona þá á þessari heilsusamlegri línu líka í leiðinni. Þá stefnan sett á að nýta eldofninn á veitingastaðnum Glóð á Hótel Valaskjálf til að baka brauðin, en hann kynntur upp með viði úr Hallormsstaðaskógi. Hugmyndin sú að brauðgerðin verður að stærstum hluta upp í Valaskjálf, í stóra eldhúsinu þar. Og þar við náttúrulega með þennan stóra eldofn, pizzaofnin, og hann náttúrulega ekki notaður nema bara á kvöldin þegar Glóð opið. Þannig að við stefnum að því að baka súrdegshleifana í eldofni. Eins og góðri máltíð þá má ekki gleyma að koma inn á ísinn sem framleiddur á svæðinu. Við erum búin að vera að gera það reyndar í svona dálítinn tíma. En erum að fara að taka okkur svolítið á það líka. Þessi ísframleiðsla, við hefum mjög fullkomna ísframleiðsluvél sem að framleiði svona ítalskan ís eða gelato og það við erum að færa út kvíarnar í því líka og það má búast við núna fyrir jólin menn getur menn gripið hérna ístertur, gelato ístertur og ís í stærri einingum heldur en við erum að selja í dag hérna á Saltinu. Það ís, sushi, brauð, matvæli, veitingastaður, en saltið bindur þetta allt saman? Já, það náttúrulega, má segja kannski upphaflega þegar staðinn voru opnaður og þetta nafn Salt. Þetta ekki tilviljun, Salt náttúrulega í eiginlega öllu, það í öllum mat og Salt okkur nauðsynlegt, þannig að þetta var þessi skírskoti sem við vorum að hugsa þegar við settum þetta á stað og
já, svona átt að gefa þetta til kynna að við ætlum að leyfa okkur að vera allstar og í öllu og vera kannski pínlítið nauðsynlega líka, eða ekki?